Fundur settur í allsherjar- og menntamálanefnd Alþingis og ég vil bjóða velkomin á fundinn Ragnheiði Kristjánsdóttur, prófessor í sagnfræði og Sigurjón Baldur Hafsteinsson, prófessor í safnafræði. Tilefni fundarins umfjöllun fyrirkomulag og framtíð opinberra skjalavörslu og gert ráð fyrir að þessi liður fundarins geti að hámarki staðið til 10:50. Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settar af forsætisnefnd Alþingis, samanber 10. kafla starfsreglna fastanefnda. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun Jódís Skúladóttir, þingmaður Vinstri-hreyfingarinnar Græns framboð, taka til máls þar sem hún óskaði eftir opnum fundi málefnið og þá verður gestum boðið að kynna sín sjónarmið málið, að því loknu gefst nefndamönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndamaður fær orðið. Nefndamenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skulu nefndamenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðu fundarefnið sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Og þá gef ég háttvirtum þingmanni Jódísi Skúladóttur orðið. Já, takk kærlega fyrir að bregðast skjótt við og koma á fund okkar. Ég hef haft talsverðar áhyggjur af því sem að gerast í safnamálum á Íslandi og fréttir undanfarna daga og vikna af þróun þar veldur mér áhyggjum og mér fannst mikilvægt að fá einstaklinga úr fræðasamfélaginu sem að þekkja vel til að koma og gefa okkur kannski svona aðeins sína afstöðu. Ef ég vísa aðeins í markmið lagana opinber skjalasöfn þá það auðvitað að tryggja myndun, vörslu og örugga meðferð opinberra skjala með réttindi borgarana, hag stjórnsýslunnar og varðveislu sögu íslensku þjóðarinnar að leiðarljósi og mér finnst það sem að við erum að horfa upp á núna ekki geta alveg fallið þarna undir. Og mér langar bara að svona byrja á því að heyra bara svona ykkar afstöðu. Og þá gef ég ykkur orðið. Þið verðið í raun á í hvað röðið takið það? Já, ég tek bara undir þessar áhyggjur. Það þetta áhyggjuefni ef að við sjáum fram á það að héraðsskjalasöfnum muni fækka. Það væntanlega það sem að þú ert að vísa til. Þetta eru mjög mikilvægar menningarstofnanir sem að skipta kannski meira máli heldur en fólk áttar sig á og þetta svona hlekkur í keðju sem að styður menningarstarf og ýmiss konar starfsemi víða landið og ég get til dæmis nefnt að Háskóli Íslands með fræðasetur víðsvegar landið sem í nánu samstarfi við þessi skjalasöfn. Það eru sögufélög víða landið sem að gefa út tímaritin sínar héraðssögu sem að sækja mikið á þessi skjalasöfn. Það sérþekking á þessum skjalasöfnum sem að nýtist bæði í héraði og okkur sem að erum kannski staðsett hér en höfum áhuga á sögu annars staðar, sögu víðsvegar, sögu alls landsins. Og síðan auðvitað þetta það að ef þessum skjalasöfnum myndi fækka þá myndi það hafa bein og óbein áhrif á þessa uppbyggingu menningartengdar ferðaþjónustu sem hefur verið svo mikil áhersla á undanfarið. Þannig að það svo margt sem að myndi tapast ef að skjalasöfnum landið myndi fækka mjög mikið. Þannig að ég held að það sé full ástæða til þess að hafa miklar áhyggjur af því. Og ég hef meira að segja en ég ætla að leika ykkur fleirum að. Ok, takk. Já, ég hef sammála Ragnheiði þar sem hún að nefna hérna en vil kannski bara bæta við að bara undirstrika. Ég hef líka miklar áhyggjur af því hvert þessi mál eru að fara og við erum að sjá það til dæmis í ákvörðunum borgarinnar með sitt skjalasafn og svo bæjaryfirvalda í Kópavogi. Og reyndar náttúrulega ýmislegt kannski sem kannski tækifæri til þess að ræða hér en það ýmislegt sem kannski svona hliðstætt við það sem að gerast hjá ríkinu, hinu opinbera. Sem í mínum huga eiginlega þannig að það aðalega verið að fókusera á eins og kemur fram í þessum þremur atriðum sem nefndur úr lögunum það að sé einhvers konar þessar stofnanir sé einhvern veginn að þjóna stjórnsýslunni.
En þetta hins vegar spurning eins og Ragnheiður að koma inn á og þú nefndir þarna úr lögunum líka, þetta spurning réttindi borgarana. Þetta snýst minni þjóðarinnar, hagsmuni hennar og það eru þessi tvö atriði sem eru algjörlega komin út í móa, finnst mér, að velta því fyrir sér að þeir sem halda stjórnartaumana þegar kemur að þessum söfnum, sérstaklega skjalasöfnum, að menn eru ekki að kafa ofan í hver eru þessi réttindi sem við erum að pæla í? Erum við að skerða þau? Í mínum huga sannarlega og þið sama gildir það er að setja stór spurningamerki við hagsmuni þjóðarinnar eða þessara heildar. Þannig að en það sem svona megin punkturinn kannski sá að þetta allt orðið á einhverjum svona Excel skjalsæfingum. Fjárhagsleg viðmið númer 1, 2 og 3. Þessi tvö atriði, réttindi borgarana, hagsmunir þjóðarinnar, svona menningarlegt hlutverk, eru algjörlega fyrir borðnir og það sést til dæmis meðal annars í því hvernig í raun og veru reynda bæði ríki og sveitarfélög eru að ráða til sín til ráðgjafar fyrirtæki sem á engan hátt með innanborðs þekkingu eða reynslu af því að stýra eða vinna inn á slíkum stofnunum og það út af fyrir sig náttúrulega mjög mikið áhyggjuefni held ég. Takk fyrir þetta. Það hafa fleiri nefndarmenn beðið orðið og Helga Vala næst. Já, takk fyrir komuna. Mér langar aðeins að spyrja einmitt út í þetta með sveitarfélögin og kannski ólíka stöðu. Því að tala héraðsskjalasöfnin og svo erum við að tala bara söfn einstakra sveitarfélaga. Og svo lagaumhverfið ólíkt. Við erum að tala annars vegar skyldu til svona út frá stjórnsýslunni til þess að halda utan ákveðin gögn. Og hins vegar þetta menningar hlutverk sem ég myndi segja svona til lengri tíma væri ekki síður mikilvægt. Eru sveitarfélögin eins sett hvað þetta varðar? Hvað varðar möguleika á að tryggja þennan menningar hluta þrátt fyrir að stjórnsýslu hluti skjalasafnsins fari mögulega þá upp í þjóðskjalasafn til varðveislu? Getum við séð fyrir okkur að þetta geti verið einhvern veginn aðskilið. Hinn spurningin hvort að einmitt þetta með þessa söfnun á þessum stjórnsýslu hluta og svona þessu sem varðar þessi opinberu gögn, hvort að það geti á einhverjum tímapunkti verið kostur að hafa það á einum stað í 390.000 manna samfélagi sem að verður nú örugglega brátt 500.000 manna því að við fjölgum okkur ört. Hvort að það geti verið einhver kostur að það sé svona sama menning í kringum söfnunina á varðveisluna á þeim gögnum. Takk Billi. Býð ykkur að bregðast við þessu. Ragnheiður, gjör svo vel, þú byrja. Takk. Þetta þetta mjög stórt mál, skjalavarsla á Íslandi og snýr eins og hérna hefur komið fram bæði stjórnsýslu og varðveislu menningararfs og við erum að tala þá bæði það eru til lög sem sagt varðveislu opinberra skjala, ef ég man ekki hvort að heita það og síðan þetta líka spurning að varðveita einkaskjöl. Og það sem að þú ert að velta fyrir hvort það sé einhvern veginn hægt að aðgreina þetta þannig að þessi skylduskil á vegum hins opinberra hjá sveitarfélögum hvort að það sé einhvern veginn hægt að aðgreina það varðveislu á öðrum skjölum sem að snúa sögu héraðsins. Er það sem að þú ert að spyrja um? Já. Og ég ekki rétta manneskjan til að svara því að þetta snýst náttúrulega innleiðingu á rafrænni skjalavörslu og sem að mjög tæknilegt mál sem að ég bara hef ekki þekking á og þjóðskjalaverður auðvitað sem ég veit að verður eftir gæti betur svarað til það. En þannig að já, ég bara hef ekki forsendur til þess að meta það en auðvitað alveg hollt að hugsa þetta við erum að tala margt þegar við erum að tala varðveislu skjala. Sigurjón, vilt þú bæta þetta? Já, ég vil kannski bæta því við að þetta náttúrulega snýst líka að því að vorum að tala réttindi borgarana og
í raun og veru aðgengi fólks. Þetta snýst það að fólk eins og þegar kemur að héraðsskjalasafnunum hafi í raun og veru aðgangar sinni sögu á sínum svæðum. Það þarf svo sannarlega að huga því, sérstaklega ef þetta sem þar þar að segja skjalasafnir eru stofnanir sem eru mikilvægar í lýðræðis þjóðfélagi, hafa snúast réttaröryggi en líka réttindi þeirra að sögu, talandi miðstýringu, einhverja sentraliseringu, mjög í mínum huga vafasamt þegar kemur að aðgengispælingunum. Þetta tilfinningamál og sammenning safna af öðrum gerðum hringinn í kringum landið hafa sýnt að þetta mjög erfitt mál hjá fólkinu hringinn í kringum landið að missa kannski spón úr sínu marki yfir í næsta sveitafélag, þar að segja ráðskast með sína sögu. Þetta eitt. Hrafn Sveinbjarnarson, skjalavörður í Kópavogi, nefndi þetta á þingi Sagnfræðingafélagsins daginn varðandi miðstýringuna og rifjaði upp það að skjalasöfnin undir lok 18. aldar voru hluti af því að búa til ákveðna armslengd. Þannig að þetta mjög, þetta eitt kjarninn bara í þessari lýðræðislegu pælingu, þessu lýðræðislega kerfi sem við erum með, og þá ekki bara við á ríkisleveli, heldur líka á sveitarstjórnarleveli. Þannig að út frá því sjónarmiði eru þessi flóra, þessi fjöldi, safna hringinn í kringum landið, skjalasafnanna mjög mikilvæg. Ragnar Kemp Haraldsdóttir, upplýsingafræðingur, hefur bent á að það togstreita á milli miðstýringahugmyndina varðandi Stafrænt Ísland, Þjóðskjalasafnsins og héraðsskjalasafna. Engin umræða þetta lítil. Það hægt að setja það í samhengi við breytt vinnu umhverfi okkar, sérstaklega eftir COVID. Það sem hennar rannsóknir, hennar Rögnu hafa sýnt fram á það að þar verður mikill misbrestur í til dæmis því hlutverki að varðveita skjöl fyrir stjórnsýsluna sem voru búin til sannarlega á tímum COVID en mörg horfin, vegna þess að umhverfið heima þar sem fólk var að vinna var ekki þannig að þau voru vistuð, slík vinnuskjöl. Þannig að já, þetta er svona eitt af því sem maður gæti sagt spurningu. Helga, vil aðeins bæta við eða bregðast við þessu? Já, ég mun okkar að bregðast við þessu sem að þú talar varðandi togstreituna milli þjóðskjalasafna og héraðsskjalasafna varðandi innleiðinguna rafrænu Íslandi. Er það ekki óheppilegt að það sé einhver togstreita það að reyna að koma öllu inn í þetta rafræna form, bara einmitt upp á varðveislu heimilda og slíkt, að það væri ákjósanlegra að það væri algjörlega samræmt til þess að það væri ekki munur á hvernig haldið utan gögnin í Hafnarfirði og svo á Kópaskeri, eða að einhver á Kópaskeri hefur virkilega svona ástríðu fyrir því að öll gögn séu varðveitt en einhver annar annars þar kannski ekki. Jú, ég meina auðvitað náttúrulega, ég held í fyrsta lagi að þegar upp staðið þá samstarfi milli Þjóðskjalasafns sem dæmi og héraðsskjalasafnanna almennt gott. En það bara, en talandi togstreitu, það aðalega bara meiningamunur. Spurningar þá ýmsar spurningar en geta að einhverju leyti snúist áherslur sem eru kannski mismunandi hjá héraðsskjalasafnunum heldur en hjá Þjóðskjalasafninu, bara sem dæmi. En ég held svona almennt sagt að þá gangi í raun og veru þessi geiri nokkuð vel í takti með þetta að menn eru sannarlega að stefna inn í einhvers konar stafræna heim með sinn safnkost. En það þýðir ekki að þeir sem halda pingjuna gera lögin og eru sem sagt þessi sem að búa til umgjörðina, þeir geti í raun og veru gert það sem þeir sýnist, þeim finnst það svo góð hugmynd og það samrýmist einhvern veginn svona þessum efnahagsreikningnum fyrst og fremst. Það verður að vera þarna samtala milli og miklu nánar og dýpra finnst mér. Þá ætlaði Jódís aftur að spyrja. Það er þá væntanlega síðasta spurningin okkar hér með þessum gestum. Já, takk kærlega fyrir, þetta búið að vera mjög gagnlegt og
ég ætla bara að ítreka það að þetta svona, það eru tvær ástæður fyrir því að ég hef þessa miklu áhugi. Það annars vegar bara hlutverk sko, þjóðskjalasafns, hvort að það hafi burði og allt sem til þarf til að sinna þeim hlutverkum sem að Borgarskjalasafn hefur haft. Þar þröngt húsakost og vantar líklega fleira starfsfólk og þetta gríðarlega stórt verkefni og ég sé ekki alveg hagræðið þarna og finnst ekki hafa verið sýnt fram á það með þessari úttekt heldur eða skýrslu KPMG. En hitt svo þetta sem við erum búin að koma aðeins inn á og það varðandi traust samfélagsins og ég þekki það á mínum fyrir störfum að gagnvart héraðsskjalasöfnunum fólk að skila inn mjög viðkvæmum upplýsingum. Þetta saga fjölskyldunnar, þetta geta verið heilbrigðismál, þetta geta verið upplýsingar frá skólum og ég hef af því áhyggjur að það traust sem að myndast í minni samfélögum á milli héraðsskjalasafnanna, bæði þeirra sem að leita þangað eftir þjónustu eða skilin gögnum, það verður, eins og þú myndist hér á armslengd, það verður allt önnur tengsl. Og ég hef áhyggjur af því að það geti jafnvel valdið því að gögn glatist, að fólk bara skili þeim ekki inn. Eins hef ég áhyggjur bara af sko, persónuverndinni, hvort að því ég man nú þegar nýju persónuverndarlögin gengu í garð, þetta gríðarstórt og mikið verkefni fyrir söfnin að halda rétt utanum og mjög mikið af gögnum vissulega á pappír og ég hef líka áhyggjur af því að fólk sem hefur ekki þetta traust og að með viðkvæmar persónuupplýsingar að það svona sé ekki tilbúið til að láta það að höndum til svona stórrar yfirbyggðar stofnunar. Mér langaði svona aðeins að heyra ykkar viðhorf gagnvart því. Þá til ef ykkur að bregðast við því? Þú byrja núna? Já, ég bara deili þessum áhyggjum sko af traustinu og ég held að svona bara minni reynslu eftir að hafa starfað í safnageiranum á nokkru safnum í gegnum tíðina, búið út á landi, að þá skiptir þetta máli fyrir fólk. Því miður það þannig að okkur hættir til svona fólki eins og mér sem hefur alist upp eins og þið þarna fyrir norðan í Þingeyjarsýslu kalla sko landræðaskaganum að okkur hættir til að vera svona höll undir einhvers konar sentralískar hugmyndir. En það ekki endilega þjónandi fyrir sko fólkið út all land og þannig að ég deili þeim áhyggjum. Þetta eru viðkvæm mál og það sannarlega held ég alveg spurning hvort að við gætum ekki hort fram á það ef menn myndu fara þá leið að búa til enn meiri miðstýringu en nú þegar kemur að þessum til dæmis skjalamálum að það myndist eitthvað annar rými sem verður kannski til þess að við getum talað eftir einhver 1 til 200 árum svona einhverja gloppu svona í því að vegna einhvers kerfi sem svona miðstýringakerfis að það hafi orðið til þess að fólk hafi mistraust á þessum stofnunum og haldi því og slík gögn endi bara á haugum einhvers staðar. Ragnheiður. Já, ég tek bara undir allt sem að hefur komið fram hjá ykkur bæði hjá þér Jódís og hjá Sigurjóni varðandi traustið og mikilvægi þess að halda þessum stofnunum í héraði og í þessum mikilvægu tengslum við nærsamfélagið. Það gríðarlega mikilvægt fyrir það samfélag líka og bara fræðarsamfélagið allt. Af því að okkar menningararfur fyrst og fremst varðveittur á pappír og skinni og ef ég bara hugsa út frá hagsmunum fræðarsamfélagsins þá þetta hráefnið í okkar mikilvægu rannsóknir og okkur þykir gríðarlega mikilvægt að það sé vel hugsað það og ef að
ef að héraðsskjalasöfnum fækkar þá held ég að flestir þeir sem að hafa vita á sér sammála það að það myndi virkilega vera mikill skaði frá ýmsu sjónarmiði, frá menningarlegu sjónarmiði og líka bara hvað varðar eins og ég nefndi þetta í upphafi, varðar menningarlíf og bara jafnvel atvinnulíf, viðskiptarlíf í héraði. Það er bara lykilatriði í þessu finnst mér. Þá ætla ég að fá svona, ég hef smá tíma, mér langar að koma með eina spurningu. Þú segir einmitt menningarárun okkar svolítið er á pappír og svo skinnum hérna áður. En er það ekki svolítið breytt? Það efni sem héraðsskjalasöfnin er að fá í dag og þessi svolítið stafræna bylting sem Helga Vala var hérna að koma inn á, er ekki starf skjalavarða eða héraðsskjalavarða bara orðið allt öðruvísi í dag heldur en það var fyrir 10, 20, 30 árum síðan? Stuttasvarið er náttúrulega, jú, það er auðvitað meira rafrænt, en það er líka auðvitað verið að safna gögnum sem eru á pappír og eru til fyrir einhverju síðan, en þú getur bætt við kannski. Já, ég held að það verður nú eitthvað í það að við í raun og veru losnum við sko pappírinn sem dæmi sko. Hérna, hann verður ennþá til staðar og hérna, þannig að hvenær hann hverfur alveg eins og kannski þessi útópíska sýn stafræna umhverfi og óheft aðgengi og svo framvegis kemur að ég bara veit það ekki, ef það nokkuð tíman en hérna þetta eru kannski atriði sem einmitt þarf að hérna bæði þessi atriði og fleiri sem hafa verið nefnt hérna að þið kannski heyrið að þetta er stórt mál og hérna og það er það sem það þarf að víkka þessa umræði sem við erum að sjá í fjölmiðlum, það þarf að dýpka hana miklu betur og meira til þess að þetta sé í raun og veru svona skynsamlegt, það séu tekna skynsamar ákvarðanir og þjóni í raun og veru hérna anda lagana skjalasöfn sem dæmi. Og hérna, já. Takk fyrir það og nú ferum við í næsta hluta þessa fundar en ráðherra kemur hingað til okkar ásamt þjóðskjalaverði og ráðuneytisstjóra og ég vil bara nota tækifærið og þakka ykkur tveimur, Ragnheiði og Sigurjóni kærlega fyrir komuna og að deila ykkar vitneskju og sýn hérna með okkur en nú ger ég stutt hlé á þessum fundi á meðan næstu gestir koma sér fyrir. Fundi er framhaldið og ég vil bjóða velkomin á fundin hæstvirtan ráðherra menningar og viðskipta Lilju Alfreðsdóttur, Hrefnu Róbertsdóttur þjóðskjalavörð og Sigrúnu Brynju Einarsdóttur ráðuneytisstjóra menningar og viðskiptaráðuneytisins. Nú tilefni fundarins er umfjöllun fyrirkomulag og framtíð opinbera skjalavörslu og gert er ráð fyrir að þessi liður fundarins geti að hámarki staði til 11:30
Formaður biður nefndamenn og gesti að hafa í huga reglur opna nefndafundi sem hafa verið settir af forsætisnefnd Alþingis samanber 10. kafla starfsreglna fastanefnda. Fyrirkomulag fundarins verður með þeim hætti að fyrst mun Jódís Skúladóttir, þingmaður Vinstri hreyfingarinnar Græns framboð taka til máls þar sem hún óskaði eftir opnum fundi málefnið. Þá verður gestum boðið að kynna sín sjónarmið málið og að því loknu gefst nefndamönnum kostur á að spyrja spurninga og fá svör áður en næsti nefndamaður fær orðið. Nefndamenn eru beðnir að hafa í huga að á opnum fundi skuli nefndamenn einvörðungu beina spurningum til gesta en ekki setja fram almennar hugleiðingar efni fundarins né efna til umræðu fundarefnið sín á milli. Nefndarmenn og gestir eru jafnframt beðnir að hafa í huga að ræðutími takmarkaður. Jódís, gjör svo vel. Já, komiði sælar og takk kærlega fyrir að koma til okkar og svara hér spurningum sem að nefndin hefur. Mér langar að byrja á því að segja að ég hef af þeim vendingum sem nú hafa verið í safnamálum hér á landi, þær valda mér áhyggjum og það er ýmislegt sem að býr þar undir. Ég hef svona reynt að kynna mér málin í þaula og hef ekki getað séð í þessu hagræði. Ég hef áhyggjur af ótal hlutum og mér langar því að fá að spyrja nokkra spurninga og kannski fyrsta og mikilvægasta spurningin bara hver stefna stjórnvalda og þjóðskjalasafns gagnvart héraðsskjalasöfnunum. Viljum við að héraðsskjalasöfnin starfi áfram og ef svo stendur þá til að styrkja þeirra stöðu og þið heyrið að ég hef áhyggjur af dóminó áhrifum og undir það hafa margir bæði úr fræðasamfélaginu og bara í almennri umræðu tekið. Mér langar líka til að spyrja sérstaklega því að í lögunum heimild til að rukka fyrir vörslu en það ekki heimild til að rukka fyrir eftirlit og ráðgjöf sem að auðvitað gríðarlega stór þáttur og mér langaði svona aðeins að fá til að byrja með svar við þessum tveimur spurningum, en svo ég nú meira. Takk fyrir það og þá gef ég boltan yfir til þín, hæstvirtur ráðherra, og þú svo deilir því með ykkur hvernig þið bregðist við þessu. Gjör svo vel. Já, kæra þakkir fyrir að bjóða okkur á þennan fund til þess að ræða vörslu skjala og ég verð að segja það alveg svo að mér finnst það mjög jákvætt að þessi samfélagsumræða sé eiga sér stað hvernig við erum að varðveita okkar menningu og söguna. Þannig að ég líti á þetta, jafnvel þó að það sé búið að vera talsverð erfið umræða og ég get tekið undir með hv. Þingmanni að það eru svona ákveðnar áskoranir sem fylgja því sem hefur verið að gerast, að þá setur þetta líka ákveðin fókus eða ákveðna athygli á þennan málaflokk og ég fagna því sem ráðherra málaflokksins. En því til svara í fyrsta lagi að þá það svo að í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar þá stendur að það eigi að setja stefnu rafræna langtímavörslu skjala og rafræna innviði opinbera skjalavörslu verði endurnýttir eða endurnýjaðir til þess að mæta þessum kröfum. Þannig að það alveg skýrt í stjórnarsáttmála ríkisstjórnarinnar að við erum í þessari vegferð hvernig við ætlum að fara í þessa langtímavörslu og höfum verið að setja auka fjárveitingar til þess að svo með verða. Varðandi stefnu sem tengist héraðsskjalasöfnum að þá eins og þið þekkið að þá eru það sveitarstjórnir sem eru að gæta þeirra gagna sem eru þar en svo að sjálfsögðu þetta samspil á milli ríkisvaldsins og sveitarstjórnarstigsins. Við höfum og í samtölum sem ég hef átt við þá sveitarstjórnarmenn sem hafa farið fram fyrir þessum málaflokki þá hef ég bara lagt áherslu á það að í fyrsta lagi að þá höfum við ákveðnum skildum að gegna varðandi vörslu gagna og við þurfum að passa upp á það að við séum að uppfylla þær í fyrsta lagi og svo í öðru lagi að eins og framkom í máli hv. Þingmanns Jódísar að þetta getur haft svona margföldunar áhrif inn í þennan geira og þess vegna meðal annars var tekin ákvörðun að skipa starfshóp framtíðar fyrirkomulag skjalasafna
og mótun stefnu rafræna langtíma vörslu. Og formaður þessa hóps Kristín Benediktsdóttir, dósent viðlagadeild, og svo höfum við með tilnefningar frá fjármálaráðuneytinu, Stafrænu Íslandi, Þjóðskjalasafni, Reykjavíkurborg, Sambandi íslenskra sveitafélaga og svo eru tilnefndir 2 fulltrúar og annar þeirra héraðsskjalavörður. Þannig við erum að reyna núna að fara í þessa stefnumótun með tiltölulega breiðri þáttöku, en við erum bara að taka þessi skref núna og ég legg áherslu á að allt sem við gerum hvað þetta varðar sé unnið af fagmennsku og að við pössum upp á söguna. En ég ætlaði kannski næst að gefa Þjóðskjalaverði orðið varðandi héraðsskjalasöfnin og hvernig þið hefur að nálgast þau. Já, takk fyrir. Og ég bara þakka fyrir boðið að koma hingað og fagna líka áhuga þjóðarinnar á því að tryggja langtímavarsla gagna allra sé í góðu lagi. Þetta mjög mikilvæg umræða sem við erum að fara í þessu. Og stefna Þjóðskjalasafns, náttúrulega sem framkvæmdar aðilar opinberrar skjalavörslu og skjalastjórnar það að tryggja öryggi gagna. Þannig að það bara númer 1, 2 og 3 í öllu því sem að Þjóðskjalasafn sinnir. Hvort heldur það eru geymslur, afgreiðsla vegna persónuverndarmála eða annað og það alltaf í fyrsta sæti og sömuleiðis langtímavarslan og safnið geymir að sjálfsögðu mjög mikið af viðkvæmum gögnum og hvað svo sem safnkosturinn kemur og þá að sjálfsögðu sömu lög og reglur þau málefni fyrir allan safnkost. Og það eru stjórnsýslulög, upplýsingalög, persónuverndarlög og lög opinber skjalasöfn og svo framvegis. Héraðsskjalasöfnin, þau hafa sömu verkefni og Þjóðskjalasafn hvað varðar sín svæði sem rekstur á safni og þar að leiðandi líka að hafa eftirlit með stjórnsýslunni og gagnaframleiðslunni hjá þeim og eins að tryggja að rafræn gögn varðveitist til framtíðar. Það eiginlega svona grunnurinn í þessu og síðan hefur Þjóðskjalasafn eftirlit samkvæmt lögum með starfsemi héraðsskjalasafna. Þú varst að spyrja líka gjaldheimildirnar, á ég að svara því núna? Já, skjá. Já. Það eru í lögum opinber skjalasöfn frá 2014 að þá gert ráð fyrir því að þessi gjaldheimild fyrir vörslugagna hjá þeim sveitafélögum og yngri gögnum sem ekki varðveita sín skjöl sjálf á héraðsskjalasöfnum og það eiginlega svona grunnurinn í þessu ákvæði í lögunum að sveitafélög geti valið 2 leiðir. Gjaldskrárin og gjaldtakan í þessu hefur verið til umræðu svo lengi sem elstu menn muna því að þetta var lengi vel gagnrýnt að sveitafélög sem ekki ráku héraðsskjalasöfn þau fengu gjaldfría þjónustu hjá Þjóðskjalasafni þar til að þessi gjaldskrá var sett og hún byggir á lögum frá 2014 en þar eingöngu talað eða aðalega talað vörsluna og afgreiðslu úr þeim gögnum en hins vegar erum við núna að stíga svolítið önnur skref til framtíðar bæði varðandi gagnaöryggi, langtímavörsluna og þetta mjög mikilvæga atriði sem að Lilja nefndi hérna áðan með að setja stefnu rafræna langtímavörslu. Fjármálaráðuneytið stendur fyrir mjög mikilvægu verkefni að innleiða Stafrænt Ísland og þar eru skjalasöfnin bakendinn á þeirri vegferð. Ef það ekki tryggt að það sé hægt að taka gögnin alla leið, að þá til lítils að fara í alla þessar rafrænu vinnslu. Við erum ekki að fara varðveita bara fartölur út all land í geymslum heldur það þarf að tryggja varðveisluna og við erum í mjög góðu samstarfi við Stafrænt Ísland í þessum málum og þar þarf að huga að mótun gjaldskrár og það verið að vinna undirbúninga þeirri vinnu.
kannski má aðeins bæta við, þá það samkvæmt þessari 10. grein laga opinber skjalasöfn frá árinu 2014, þá liggur þetta þannig að ef starfsemi byggðasamlags héraðsskjalasafn hætt, skal afhenda Þjóðskjalasafni Íslands safngögnin á kostnað þeirra sveitarfélaga sem stóðu að því í samræmi við síðastgildandi skiptingu kostnaðar við rekstur byggðasamlagsins. Og þannig það liggur fyrir að það að flytja gögnin yfir, sá kostnaður fellur á sveitarfélagið en ríkið þarf að leggja undir húsnæði. Jódís ætlaði að fá að bæta eins og. Já, þá langar mig í kjölfarið að spyrja, fyrst langar mig að spyrja ykkur kannski bara allar það sem kom nú fram hér í samtali við hér sérfræðinga og það þetta hlutverk héraðsskjalasafnanna sem eru á landsbyggðinni að þar hefur byggst upp gríðarlegt svona traust og ákveðið svona gagnvart samfélaginu, gagnvart nær samfélaginu, fólk með viðkvæmar upplýsingar, fólk að bæði að leita eftir þjónustu og skila gögnum og ýmislegt í sem sagt ljósi trausts á milli. Og þetta auðvitað í mörgu og af þessu hef ég áhyggjur, ekki það að ég telji að Þjóðskjalasafn sinni málunum eitthvað verr en það bara ákveðið, þetta tilfinningamál, þetta huglægt, þetta svona samfélagsmál, þetta líka atvinnumál, þetta mikilvægar stofnanir í þeim sveitarfélögum þar sem þau eru. Þannig að mér langar svona aðeins að heyra ykkar viðhorf með þessu. Síðan ég með spurningu til þjóðskjalavarðar. Þjóðskjalasafn í stakk búið að taka við þeim skjölum Borgarskjalasafns og Héraðsskjalasafns Kópavogs sem eru bara fyrir hendi í dag? Eins langar mig að vita, eitthvað búið að skoða það á næstu 10 til 20 árum hvað það magn af pappírskjölum sem mun berast frá þessum tveimur sveitarfélögum og varðandi bara húsakost, mannafla og aðstöðu. Safnið í stakk búið að taka við verkefninu, var ekki farið dálítið bratt? Það kannski líka spurningin. Takk. Takk fyrir það og þá ráðherra eða hvernig þið sem þið viljið skipta sem ykkur, gerð svo vel. Já, kannski bara ég byrja ávarpa þetta varðandi héraðsskjalasöfnin. Ég held að sé þetta þannig að það búið að myndast ákveðin hefð, gagnvart því að koma á skjölunni þangað úr sínu byggðarlagi, þannig að auðvitað þetta viðbrigði að þessi breyting eigi sér stað hjá þeim sveitarfélögum sem að fara í hana og ég hef nú haft mjög gaman að því þegar ég heimsækja héraðsskjalasöfnin að því að það hvert hérað eða hefur bara sína sérstöðu, hvernig við gerum þetta og það eins og þú segir, þetta líka atvinnumál, þetta tengist safnastarfi og menningarstarfi á viðkomandi stað, þannig ég hef haft fullan skilning á því að héraðsskjalaverðir séu uggandi yfir þessari þróun. En kannski að Þjóðskjalavörður svari þessu varðandi það hvort að safnið sé tilbúið til þess að taka á móti gögnum Borgarskjalasafnsins annars vegar og hins vegar safnsins í Kópavogi. Takk. Ég ætla að byrja aðeins að tala héraðsskjalasöfnin og nærsamfélagið og þeirra mikilvægi þar sem þau eru starfandi. Ég get alveg fullyrt það að þar sem eru starfandi héraðsskjalasöfn, þar betri varðveisla á gögnum í því héraði. Þannig að þar hefur þá verið kannski minnst lengi en í sumum héruðum bara alveg áratugum skiptir, sum eru stofnuð bara á þessar öld, að þar almennt séð betri varðveisla og þannig að þau hafa vissulega miklu hlutverki að gegna sem svona sögumiðstöðvar í héraði og hafa haft og kannski stofna til margra þeirra á þeim grunni. Varðandi traustið og sem sagt afhendingar og allt það líka mikilvægur þáttur og það á þá í sjálfu sér helst við einkaskjalasöfn vegna þess að opinberum gögnum, sem sagt skjalasöfnin náttúrulega starfa eftir bara mjög tengt, lögin mjög tengt stjórnsýslulögunum og þessum sem að snýra réttundum bæði samfélagsins og einstaklinga og
fyrirtækja sem eru starfandi í landinu. Þannig að opinberu gögnin, það er eiginlega engin spurning um þau, að þau þurfa að hafa réttabóðli, það sé alveg á hreinu hvert þau fara og hvernig. Og það sem að kannski þarf núna á síðustu árum í sambandi við stafræna vegferð, að þá þarf styrkara eftirlit og það þarf að bæta í þennan þátt. Því að þetta er, ef að rafræn gögn í rugli, þá er mjög erfiðara að koma þeim á réttan kjöl heldur en þessum kannski pappírskjalasöfnum, þar sem er aldagömmul hefð á bakvið hvernig þau er komið fyrir. Varðandi einkaskjalasöfn, sem hafa líka verið mjög mikið í umræðinni, að þetta er gríðarlega mikilvægur skjalaflokkur og það er mjög mikið af einkaskjölum á öllum skjalasöfnum, þar með talið þjóðskjalasöfni, og í lögum um opinber skjalasöfn þjóðskjalasöfni falið sérstætt hlutverk, samhæfingar hlutverk, að svona stuðla samstarfi á landsvísu þau málefni, og það er starfandi slíkur hópur. Og að því að einkaskjalasöfn eru mjög miklu víðar en á skjalasöfnum. Þau eru mjög mikið á byggðasöfnum og ásamt ljósmyndasöfnum eða á bókasöfnum, og eru svona tengjast mjög nærsamfélaginu. Og það má segja að þau séu sífellt meira mikilvæg, vegna þess að ef maður tekur 20. öldina þar sem atvinnulífið er mjög mikið opinbert, á þessari öld er einkavæðingin alltaf með allt öðrum hætti, þannig að ef að ekki varvitast rafræn einkaskjalasöfn til dæmis samtímans, þá er atvinnulífið á mjög litla sögu. Já, þannig þetta er bara mjög mikilvægur punktur, en það er, varðandi sem sagt, ég fullir það líka að eiginlega að öll skjalasöfn, þau tryggja að persónuvernd og önnur meðferð gagna er í lagi. Það er náttúrulega bara grundvallar atriði til að byggja upp traust við samfélagi, hvort með það er á höfuðborgarsvæðinu eða öðrum stöðum, að það er bara meðferð gagna er bara algjört grundvallar atriði. Hvernig er afgreitt á lestrasali, hverjum er veittur aðgangur og svo framvegis. Takk fyrir það. Þá ætlum ég að gefa Helgu Völu Helgadóttur orðið. Takk fyrir komuna og ykkar svör. Mér langar að byrja kannski á því ef ég má formaður að beina bara spurningu til þjóðskjalavarðar og svo ráðherra. Við má hafa þetta tvennt. Mér langar að spyrja þess út í þessi orðin varðandi stafræna vegferð, þá þarf styrkara eftirlit, það þarf að bæta það. Ég hef aðeins heyrt að það sé svona mögulega einhver svona aðeins, kannski ekki tókstreita, en það sé svona aðeins ólíkt hvernig þessu er háttað, ekki bara með þetta stafræna, heldur kannski líka bara vörslurnar, og ég er að velta fyrir mér með opinberu gögnin, hvort að það getur verið betra, og nú hef ég eins og málshefjandi áhyggjur af því að heyra af niðurlagningu safna, bara til þess að það sé alveg skýrt. En hvort það getur verið betra að tryggja samræmi í varðveislu þessara gagna á einhvern hátt. Það sem ég er að velta fyrir mér þarna er til dæmis varðveisla mjög viðkvæmra gagna og vísa í þar til dæmis í gagna varðandi þolendur ofbeldis sem að hafa verið vistuð annar staðar og þess að það. Nú er ég bara að vísa í minn gamla bakgrunn að það getur verið skipt svo miklu máli að það sé bara algjörlega samræmt hvernig utanum þetta er haldið til þess að það verði ekki réttarspjöll. Hvort að staðan eftir sveitafélögum og byggðalögum geti verið ólík þarna, bara með tilliti til þessa faglega utanumhalds. Þetta er nógu bili til þjóðskjalavarðar. Já. Við erum alltaf að feta okkur aðeins í þessum opnu fundum. Það er eiginlega þannig að ráðherra, við máttum boða ráðherra og hún var svo almennilega að taka með þjóðskjalavörð vegna þess að samkvæmt reglum opin fund þá mátti ég ekki boða forstöðumann opinberra stofnunar sem heyri beint undir ráðherra. En þannig að ég rauninni var eiginlega að gefa boltan á ráðherra og það verður að vera ráðherrans að ákveða hvernig eigi að bregðast við þessari spurningu. Já, takk fyrir þetta.
Já, þjóðskjalavörður, væri þú til í að fara aðeins yfir þetta? En ég er mjög ánægð með formfestu formannsins. Gjör þið svo vel. Já, takk. Eftirlit það er sömu lög sem gilda allt eftirlit. Það útfært með mismunandi hætti. Það að segja, það ekki sagt fyrir hvernig eigi að sinna því, en hins vegar það svona í grundvallaratriðunum með kannski þrennum hætti. Fyrsta lagi svona eftirlitskannanir, þar sem þá tekið út hjá afhendingarskyldum aðilum, hvernig þeir sinna hinn og þessu. Út úr því kemur, eins og ég tek bara hvernig Þjóðskjalasafn gerir, og ég veit að Reykjavíkurborg hefur fetað sömu braut, og síðan sem sagt, hvað sem kemur út úr því, það þá verkefni fyrir okkur að sinna því áfram. Síðan erum við búin að móta ferla með svona virkt eftirlit og heimsóknar eftirlit sem svona í burðarliðunum, og þá erum við líka að velja aðila svona út frá þessum yfirlitskönnunum, og ég veit að það eru fleiri héraðsskjalasöfn sem hafa gert svona kannanir. Og síðan í þriðja lagi þá erum við með frumkvæðiseftirlit, að þegar það kemur upp einhver málefni í fjölmiðlum á þingi eða hvað sem þá bregðumst við, og ég veit að fleiri héraðsskjalasöfn hafa gert það líka. En varðandi að tryggja samræmi eða tryggja vörslugagna og viðkvæmra gagna, það eru náttúrulega hvert skjalasafn sem hefur fengið starfsleyfi, það skrifar upp á það að hafa fullnægjandi aðstæður til þess að geyma slíkt, en það sem kannski við tökum eftir stundum að það kannski ekki búið að skila inn gögnum sem ætti að vera komin inn, þannig að það líka svona hlut af því sem öll söfn gera að reyna að innheimta. Og þegar þetta síðan komið í rafræn kerfi, þá erum við með ýmsar leiðir til þess að tryggja það að langtíma vörslu útgáfur séu í lokuðum kerfum og ekki að brjótast inn í þau og svo framvegis, og Þjóðskjalasafn náttúrulega með mjög mikið af viðkvæmum gögnum, bæði úr svona félags- og réttarkerfinu og eins rannsóknarnefnd Alþingis og öll þau fjárhagslegu mál og annað og afgreiðslu byggjast á lögum upplýsingalögum og stjórnsýslulögum og öllu slíku sko. Takk fyrir það, Helga, fyrir að þú varst með aðra spurningu. Já, takk, og nú til ráðherra. Að því við erum með skýr lög varðveislu opinberra gagna, en sko erum við ekki með neinar skyldur varðandi varðveislu menningar gagna, að sko reyna einhvern veginn að knýja á að við tryggjum slík gögn. Og í því sambandi vil ég kannski spyrja ráðherra út í það mikla safn af menningar og gögnum og sögulegum gögnum sem eru til hjá Ríkisútvarpinu í formi hljóð og mynda, og líka hjá Sýn, sem er fréttasafn, sem eru náttúrulega gríðarleg menningar verðmæti. Hvar stendur það mál að tryggja varðveislu þeirra gagna? Takk. Takk fyrir það. Og þá það ráðherra gjör svo vel. Nú það til svara að það sem við höfum verið að gera síðustu árum, að við höfum verið að taka einstakar söfn fyrir. Ég nefni til að mynda, við erum búin að setja inn í raun og veru bara allt í tengslum við tónlist, allt í tengslum við leiklist. Meiri hlutin af þessu allur farin inn á Landsbókasafn, og við höfum verið að gera þannig samninga út frá listgreinum. Þannig að við höfum hafið þessa vegferð varðandi það hvar þetta statt í tengslu við þá löggjöf sem í gildi. Þá heila þarf ég kannski, ég ætla að tjóka hvort að ráðuneytisstjórinn hjá mér sem með það á hreinu, en við höfum tekið þessi skref bara sem hefur verið svona frumkvæði þeirra sem hafa verið kannski svona fremstir í flokki í viðkomandi greinum og gert þetta svoleiðis. Já, ég heyra Hrefna með innkomu, þannig að kannski ég bara vísi þessu áfram til þín með leyfi. Ég ætla bara að nefna með Ríkisútvarpið að Ríkisútvarpið náttúrulega skilaskyldur aðili, afhendingarskyldur aðili, og er með verk og varðveitir sín safngögn sjálf
og samkvæmt bara lögum opinber skjalasöfn en þið gætu afhent þau á þjóðskjalasafn en það hefur ekki verið tekin ákvörðun það, þau eru náttúrulega að nota sitt safn mikið en sín náttúrulega einkaaðili og það þyrfti að gera samkomulag það sem bara afhendingu sem einkaskjalasafn en það náttúrulega alveg gríðarlega áhugavert. Vil ég bæta eitthvað við þetta? Já, bara eins og ráðherrann segir að við erum auðvitað bara að vinna eftir erum á þessari vegferð og tökum þetta bara svona einn bita í einu ef svo má segja, auðvitað með menningarstefnu og varðveislu menningararfs ofarlega á blaði þar. Og kannski bæta þess við, það sem skiptir máli auðvitað, það þarf að vera örugg varsla á bæði, á opinberum gögnum og líka gögnum sem bara skipta máli ekki bara fyrir fortíðina heldur fyrir samtíman og framtíðina vegna þess að ef það ekki góð vissa það að það sé gætt að ítrustu fagmennsku varðandi trúnað og annað slíkt þá kann það að gerast að ákveðin menningarverðmæti eða ákveðin saga að hún glatist. Þannig að það óslega mikilvægt að þau erum að fara inn í þessa stefnumótun sem við erum að boða og í samræmi við sáttmála ríkisstjórnarinnar að þetta sé í föstum skorðum vegna þess að þetta hefur víðtæk áhrif meiri jafnvel en fólk átti að segja og ég nefni það til að mynda eftir fjármálahrunið að ef það hefði ekki verið til að mynda í Seðlabanka Íslands mjög góð varsla á öllum þeim gögnum sem tengdust aðdraganda hrunsins og þeim aðgerðum sem var farið í og í framhaldinu að það hefði ekki verið eins mikið til það meðal annars vegna þess sem kemur fram í máli hv. þingmanns Helgu Völu Helgadóttur að einkaaðilar það þarf að gera ákveðna samninga og það gilda önnur lög þannig að þetta er mjög mikilvægt mál. Ég ætlaði að byrja fram spurningu, Jódís hefur beðið orðið, við nefndum að láta vita því það er fyrir að styttast í tímamörkunum hjá okkur. Mér langaði kannski mitt í framhaldi af þessu að velta því líka upp vegna þess að við vorum að fara yfir það hérna áðan að menningarárukun okkar mikið á pappír eða jafnvel skinnum. Núna er svo mikil umbreyting að það er svo ofboðslega mikið sem að stafrænt. Og þá vangaveltur það hvort að við kunnum með einhverjum hætti að vera að vista gögn tvöfalt þar að segja eða jafnvel í meira í mörgum eintökum á mismunandi stöðum og hvort að því geti líka fylgt hætta þannig kannski svolítið líka sem ráðherra kom inn á að ef að formfestan ekki til staðar hver nákvæmlega ber ábyrgð og fylgir reglunum að við gætum þá mögulega glata einhverju því allir halda að einhver annar sé hvort sem að halda utan þetta. Ráðherra. Já, eins og ég segi, það eru ákveðin lög sem heyra, sem fjalla þetta, en ég var að hugsa að beina þessu til þjóðskjalavarðar, að fara kannski aðeins yfir þessa, bara hver staðan og að því að ég veit að margir hafa fengið þá tilfinningunni að ákveðin gögn væri í hættu, ef þú getur kannski aðeins ávarpa það. Já, takk. Já, kannski þetta með stafrænu gögnin og hversu margföld þau geta verið í alls konar afritum að þá náttúrulega mjög mikilvægt ferli sem í gangi þar sem að afhendingarskyldir aðilar tilkynna hvaða kerfið að nota, það farið yfir hvað þarf að varðveita fyrirfram og hvað ekki og þannig að það í rauninni skjalavistan og áætlanir sem eru svona gríðarlega mikilvægar í þessu samhengi og síðan annars vegar það og hins vegar svona reglur skipulagða grísjun þar sem þá ákveðið fyrirfram hvað má eyða og með þeim hætti erum við að vinna gegn því að það safnist upp allt og mikið af gögnum, hvort heldur á pappír eða rafrænt og síðan þá hvað var það svo hinn spurningin? Nei, bara að það eru margir sem einhvern veginn fá þá tilfinningun einhver menningarverðmæti getur mögulega glatast í þessum umskiptum. Já. Það er ekki áhyggjuefni þó að það sé verið að færa gögn frá einu safni til annars. Reykjavíkurborg og Kópavogsbær eru mjög meðvituð að tryggja vel þennan frágang á gögnum og þar til að gögnir verða færð milli safna
að þá fullur aðgangur þar sem við erum nú þegar. Borgarskjalasafn opið og svo framvegis þessi söfn sinna öllum sínum hlutverkum. Þegar kemur að því að það verða flutt og þetta getur tekið alveg einhvern tíma, að þá verða þau aðgengilega á lestrarsal Þjóðskjalasafns. Þannig að það er í rauninni, við erum alltaf að hugsa það er menningin og sagan og það er stjórnsýslan og þetta er alveg svona, þetta er bara tvær hliðar á sama peningi. Það þarf að hugsa fyrir þessu í samtímanum, hvernig gögn vera til, hvað er valið til varðveislu, hvað þarf að varðveita, hvað þarf ekki að geyma og þar að leiðandi verða til menningarsögulegu gögnin og þannig að maður þarf alltaf að hafa báða hliðar í huga í einu. Takk fyrir þá. Þá er það loka spurningin frá Jódísi. Já, takk fyrir þetta. Ég hef samt áhyggjur af því að eitthvað geti glatast og þá vísa ég aftur í traustið. Af því ég bara veit það að mikið af persónulegum gögnum, þá er ég ekki að tala um stjórnsýsluna, ég er að tala um einkasöfn, dagbækur og ýmislegt sem er gríðarlega dýrmætt og mikilvægt sem að í gegnum tíðina hefur jafnvel komið inn til héraðsskjalasafnanna eftir kaffispjall, samskipti og nánd sem að skapast í litlum samfélögum. Ég er hrædd að þau muni aldrei skila sér til Þjóðskjalasafns. Sko, það sem ekki er komið inn heldur til framtíðar. Mér langaði aðeins að fylgja eftir spurningunni áðan varðandi húsakost og mannauð og þarna næstu 20 árin og það. En að lokum þá langar mér aðeins að koma inn á sko aðferðafræðina sem að við erum að nýta hérna. Það er KPMG sem að gerir einhvers konar úttekt eða skýrslu og kemst að einhverju niðurstöðu. Fyrir mér er svolítið svona sérstakt að við séum að horfa á svona hagræna hlutan. Af því hvað sem að þetta mun kosta, hvort sem þetta sparar pening eða hvort að við ætlum að gefa í og setja meiri peninga í, þá er bara sko verðmæti íslensk menningararfs er auðvitað bara ómetanlegur. Þannig að sko er það rétta leiðin að láta reikna eitthvað út frá svona kostnaðar og að byggja þetta svona svolítið á því. Ég hef svona aðeins fengið þá tilfinningu, þannig að það er kannski ekki rétt en ég vildi allavega svona nefna þetta því það hefur líka komið bara talsverð gagnrýni á þessa úttekt að hún sé ekki, sko það sé talað það þarf að auka fjölga starfsfólki og að það sé reiknað að það kom inn allt í einu og svona ýmislegt sem að hefur verið gagnrýnt í því þannig að ég vildi koma því að en takk kærlega fyrir að koma. Takk fyrir það og þetta verður að vera síðasta spurningin þannig að ég gef orðið yfir til þín ráðherra eða ykkar eftir því sem þú stýrir og bæði til að bregðast við þessari spurningu ef það er eitthvað svona loka orð. Já, ég myndi kannski, ég ætla að bregðast við þessu þannig að ég til þetta að svo starfshópur sem við erum að setja núna á laggirnar framtíðar fyrirkomulag skjalasafna og mótun þessara stefnu rafræna skjalavörslu, hún á að mínum mati að vera leiða ljósið í þessu málaflokki. Ég til að bæði Reykjavíkurborg og Kópavogsbær og þeir sem að þeim auðvitað sjálfsvald sett að ákveða í raun og veru hvernig þeir fara í vinnu og ég virði verulega bara sjálfstæði sveitarfélagana þannig ég ætla nú ekki að hafa mörg orð það en bara leggja áherslu og brýningu að það er mjög mikilvægt að huga þessu málaflokki og veita honum þá virðingu sem hann á skilið. Ég ætla að beina þessu svo til Þjóðskjalavarðar, hefur þú stúderað þessa stúdíu KPMG og hvað finnst þér hana? Hvernig húsakost var þarna spurt hana? Húsakostin, já. Ég get bætt því við að Reykjavíkurborg og ríkið hafa núna rúmlega 2 ár eða 23 ár síðan að þá hófst samstarf milli Borgarskjalasafns og Þjóðskjalasafns sameiginlega húsnæðisgreiningu. Þannig að við erum búin að fara í gegnum þau mál og því var lokið fyrir 1,5 ára síðan.
Og þar sáum við fyrir okkur mjög mikil samlegðar áhrif með því að reka sameiginlega þjónustu sem að tengdist almenningi, sem sagt að hafa sameiginlega lestrasal, sýningasal, fundasali og svo framvegis. Og það var svo tillaga sem að, eða svo leið sem að söfnin voru búin að vinna eftir. Síðan tekin önnur ákvörðun en húsnæðislega séð að þá kannski verður útkoman svipuð og og varandi magn á gögnum að þá höfum við gert mjög ítarlegar kannanir á magni gagna hjá ríkinu, hjá afhendingarskyldum aðilum og það ég get nefnt tölu, við erum með hjá 200 afhendingarskyldum aðilum sem eru þeir stærstu, eru eitthvað 120 kílómetrar af pappírsgögnum og það eru náttúrulega sem hafa orðið til að megninu til eftir árið 2000 og það á rafrænum tímum og við viljum fá stóran hluta af þessum gögnum inn á stafrænu formi. Að hluta til verður það á pappír en eitthvað verður ekki varðveitt. Ég myndi giska á að þetta væri sambærilegt hlutfall fyrir það sem út af stendur hjá Reykjavíkurborg og Kópavogi sem eru náttúrulega samanlagt 2 mjög stór sveitafélög. Og í tengslu alla þessa húsnæðisvinnu, sem að hófst reyndar 2019, það þó að kannski hafi ekki farið hátt í almenningsumræðinni, að það var búið að vinna mjög mikla grunnvinnu sem að þessu tengist og meðal annars að finna leiðir til þess að sjá fyrir endan á pappírsframleiðslunni. Það verður auðvitað hverfur aldrei alveg en að það sem að nauðsynlega þarf að vera á pappír kannski verði en að við tökum þetta skref sem að núna að vera að gera með nefndinni sem að Lilja hefur skipað að það sé tekin ákvörðun að frá einhverjum tímapunkti þá verði hægt að framleiða pappírskjöl á vegum opinberra aðila eða á vegum ríkisins. Til þess að ná utan þessi mál og þessi vinna hefur átt sér stað á Norðurlöndunum. Þjóðskjalasafnið miklu samstarfi við ríkisskjalasöfnin á Norðurlöndum og bæði hvað varðar að skoða lagaumhverfið, lausnir í varðveislumálum og annað og við sjáum að þetta hægt. Þetta verður ekki lógaritmísku vöxtur og endalausari þörf fyrir geymslurými. Heldur við erum að taka á þessu algjörlega heildstætt núna og erum búin að vera í þærri vinnu núna síðan 2019. Takk fyrir það og þá vil ég bara þakka kærlega hæstvirtum menningar- og viðskiptaráðherra og öðrum gestum fyrir komuna og takk fyrir að svara hér spurningum okkar greiðlega og fræða okkur þetta mikilvæga mál. Fundi slitið.